Pisces season sé byrjað. It's here! Já. Oh my god! Fiskarnir. Lilli fiskakrútin. It's our time, guys. It's your time. We're Oh the my god, það er best. líka baby month. Það er baby month. Oh my god. Þú veist, nei, hann er ekki byrjaður. Hann byrjar í mars. Já, þú veist, hann er að byrja bara næstu viku. Við erum að byrja. Já. Þú ætlaði með mér upp esjuna, annan. Já, ég ætlaði með þér upp þessuna. Annan mars. Ok. Það eru Vonandi gott skilaboð veður, sem við erum búin að fá að eiga að gera. Í alvörunni, samt. Er það í alvörunni mælt með því? Nei, þetta er Nei. frá pappa. Já, en þetta hljómar sakarix. Já, yes. Ég sko að pappa hlusta aldrei á þess að þætti. Ógríns. Ég ætla ekki að Þú shame hann. verður ekki að spá pappa shady að það. Já, heyrðu. Sorry guys. En nei, já, ég veit ekki, ef það er í alvörunni ráðlegt, þá skal ég koma með þér, en ég er smá hrættum að, þú veist, hvað þú bara þarft að eiga upp á miðri esinu og ég þarf að taka Það er móti barninu. stemming. Ég kann ekki We can do that. Ég hef einu sinni séð það, en ég hef aldrei tekið á móti barninu, sko. Alltaf tímis að læra knýs. Right? Það er bara að naga naflastrykina. Nei, maður málu vera tengdu ekki alltaf lengi. Aha. Já, Og hvernig ætlar að komast niður? það kemur þyrlað eitthvað. Myndirðu vilja vera bara eitthvað... Ég myndi ekki vilja neitt af þessu. Þú kaust að fara upp á esina. Það var ekki ég sem var niður þig, sko. Herðu, við sjáum hvernig það fyrr. Já, þetta er eitthvað svona grín og glens. En jú, það er visslega þetta í mars, baby month. Ég skal frekar að fara með þér Úlfarsfellið eða eitthvað svona aðeins meira safe, Ok. ef það má. Sjáum hvernig veður er. Já, Hristum, allan, ef við myndum fara, myndum við taka happy hydrate með. allan daginn. It's Ekki? so pink. So pink. Flottast þegar við erum með þennan. Ég veit það. Flottast þegar við erum með bleika. Passa best inn í settu okkar, sko. Já, með mixed berry. Ég bara, þú veist, það eru betri dagar því ég drekka þetta, sko. Ég veit það er bara hann. Ég skal bara Það vera... er á að drekka þetta allan dag. Ég Ég er búin að vera að nota hennar brúsa alla vikuna. Að það? Já. Tókst það með þér heim? Ég er búin að taka með mér heim og ég er bara búin að vera með hann. Það er svo eitthvað svo satisfying að drekka úr honum. Mér finnst líka svartibrúsin. Hann er næst, sko. Já. Sem við fengum með teist þannig, en hann er ekki að cute. Glerið. Já. Það er eitthvað svona næs, en þú veist, já, hann helst betur náttúrulega kalt í hinum. Já. En þessi, Þessi er næs. satisfying. Þessi er næs, já. En jú, þessi mánuður er að koma hérna, marsinn. Margt að gerast í marsmaður. Já, það er Við erum fyrir þetta í stórmánuður. Óskarinn og Það er Óskarinn á ammálstæðin, sko. það er geggjað. Ég er bara það er bólitaður, amlegir, Hvernig eigum við að horfa á Óskarinn? Eigum við að horfa á hann á miðnætti saman eða vakna snemma á ammálinu, koma með brunch-tegin eða eitthvað og... Váku bæði hljóma vel. Já, hvora hljóma betur? Sem ólíkt kona. Kannski meira morgunin. Koma með eitthvað næs morgumat. Kanski, já. Horfa á Óskarinn. Já. Daginn eftir. Í nýja fína fundadóttin okkar. Fundadóttir. Eða þú veist, inn í skrifstofu. Já, við getum gert það líka. Já, við vorum að gera svo fínt og sætt hjá okkur. Já, svo fínt hjá okkur. Já, þannig að þú veist, kannski getum við verið þar og Já. hvort. Það var mjög kósi. Já. Ég til ég. Við sjáum, við finnum eitthvað sniðut. The Oscars. Hvað er vanlega svona hátíð löng? Þetta er svo mikið svona að því ef maður er að horfa líka red carpetið. En yfirleitt eins og með Grammy-verðlaun, þá þú veist, er eitthvað svona þú veist, það voru gett löng verðlauna því það voru svona príverðlaun, skilur fyrir svona minni kategóri sem að, þú veist, við bara þekkjum ekki, þú veist, og er ekki sýnt með, þú veist, sama hósti en einu. Nei, ég veit. Þannig ég veit ekki alveg, en þú veist, en aðtöfnin sjálf sem að við værum til að horfa á Óskarinn, svona 2,5. Já, það er fínt. Kannski fínt að við horfum þá ekki live. Kannski. Þá, þú veist, bara horfum á the main shit. Já, satt. Við megum ekki horfa neitt online, heldur, sko, áður. Nei, þetta er þá bara, ef maður vaknar á morgunin og horfir, það er eins og bara með, maður gæti alveg spóila fram hjá halftime showinu, þú veist, ef maður bara vaknaði á morgunin og bara fóð strax í þetta, sko. Já, trú. Bara helst ekki hann TikTok, skilur? Nei. Það er erfitt, sko. Ef þú á TikTok bara beintir á þín eigin prófíl, bara. Bara horfa þig, horfa sjálfa sig. Það er alltaf best. If you're ever feeling down, bara horfa á TikTok og teppaðinu. Nei, ándjóks. Hvað gerir maður oft? Svo oft. Já. Það er svo gaman. Ég elska að fara inn á teppaðs TikToki og skrolla. Ég veit ekki hvort það sé, þú veist, geða sjálfhverjur hlutu til að segja. En þetta er bara svona my safe space. Þetta er það, ég er sammála, sko. Ég vil fara að hlæja og hafa gaman þá og fara inn á teppaði TikTok og helst svona klukkan
þú veist, eftir 10 á kvöldin. Já, þá fer ekki að sofa, sko, það er svo gaman. Já, nei, þegar maður fer svona smá galsa með manni, sko. Já, þetta er skemmtilegt. En þetta var The Season of Love. Við tókum, þetta er. Já, það er, við erum, þú veist, að klára þetta. Og hérna var ógeðslega gaman að taka eins og Þórdís og Júlí og strákana og bara alla skilur sem að komu, það var geð skemmtilegt að við erum með svona smá þemamánuð. Já, það er rosalega gaman. Já, það er Við skemmtilegt. elskum náttúrulega að klæða okkur upp í búning. Já. Og klæðum settið upp í búning. Já. Í þessum mánuði. Já, en nú styttist við í öskudaginn. Já, við erum með búning. Já. Of course we are. Glunum hann var alveg fyrir löngu síðan. Já, af því við erum skipulaðar. Já, svo skipulaðar. En nei, það er margt framöndan í mars, það verður mjög, mjög gaman, sko. En af því það er ennþá febrúar, það er ennþá The Season of Love, þá er ennþá febrúar varamánaðarins í Plus. Það er ennþá hægt að næla sér í vörur mánuður svo 30% afslættið, sko. Og ég veit, þetta er alltaf eitthvað fyrsta sem við tölum þegar það kemur nýr mánuður, bara hver en núna við erum ekki búin að hafa tök á því út af því að það var svo mikið annað. Það er búið að vera svo spennandi, það er búið að valdsdagur, konudagurinn, bara hvað er ekki búið að vera í gangi, sko. Einmitt, tók sambandsspilið. Já, þetta er alveg eventful mánuður, sko. Já, hann er búið að vera brjála að gera á Plus, en þau sleppa aldrei vörumánaðarins og í febrúar þá er það Lingo. Og Lingo er eitt af 6 vörum undir vörumerkinu Reset, sem er sem sagt merkið hjá Plus. Eða íslenska, eða bara merkið hennar gerðar. Og þetta er einstaklega mjúkur og sveigjanlegur tvöfaldur titrari. Double-headed. Með 2 mótorum sem er hugsað til að örfa snýp og inn í leggöng á sama tíma. Hvað svo mikið hex? Bara algjörst hex. Já, bara þú getur ekki beðið meira. Nei, bara... Þannig maður kannski bopplöka eitthvað, þú getur bara hendur í köruna með. Já, þú getur gert það líka, sko, algjörlega bara. En hann er á 9 skall. Já. Það er alveg gott prís. Já, þetta er mjög gott prís að 30% afsláttur. Já, það er alveg gott, sko. Þannig að þetta er bara frábær gjöf og það má taka tæki með í sturtu eða bað. Einmitt. Hvað rugglaði það? Það er bara algjör vitsa. Það er galið dæmi. Hvað svo næs? Já, bara, vá. Geðvitt. Já, we love that. Já, frábært. Þannig að þið eru núna á svona síðustu stundu til þess að geta nælt ykkur í vörumánaðarins hjá Plus. Já. Febrúarvöruna, þannig að go ahead and do that. Svo er bara spennandi að sjá hvað verið í mars, sko. Já, það er svona þín vara, svo þarfst að fá. Kannski fæði ég afmælisgjöf. Kannski. Hvað er spennandi. Úlala. Nei, en já, það verður gaman að sjá. Það er alltaf spennandi, það kemur okkur nýtt. Já, ég elska svona. Ég elska eitthvað svona mánaðarins dæmi. Hvað var þín februar challenge í Apple Watch? Ég varst að spyrja þig. Já, heyrðu. Það er alltaf bara búin februar og ég spurði þig aldrei. Nei, heyrðu, hvað er góð spurning? Ég ætla að tjekka. Maður fær alltaf eitthvað svona skemmtilegt. Já. Alltaf svo gaman að heyra eitthvað aðri fengu. Manstu utanbókar? Ég man aldrei neitt, sko. Mitt? Já. Ég reyndar að kíkta mitt bara geða seint. Bara alveg viku eftir ég kom frá New York. Ég var bara að gleyma þessu. Já. En þú fær hérna inn í og inn í Awards. Já, ég er alltaf búið með þetta. Ok. Doing 13 workouts in a single month. Ok, vá, dugleg. Geðvitt. Get. Hvað varst þú með? Ég fekk earn this award by walking and running at least 6,9 kilometra 14 sinum. Wow. Já. En það var samt bara að labba. Já, þú varst alveg fljóta að ná því. Já. Bara strax, sko. Já. En já, ég var smá svona disappointed. Já, kannski að massa eitthvað meira challenge. Já, vona það. Ég vona að verða gott um mig. Það aðlagast líka eftir svona alltaf hvernig þú ert að hreyfa þig. Já. Kannski svona. Þetta er kannski aðeins að hægja núna. Já. Það er gott. Það væri næst að geta stilt bara I'm pregnant. Bara I'm having a baby. Já. Og þá eru þau bara okay, be nice to yourself. Og þú getur gert breastfeeding. Skilur sem workout. Já, það er eitthvað workout, sko. Já, það er það. Og það getur leiðilegt að þú missa hringina þegar þú ert það workout, sko. Þú sér bara heima að hugsa barn. Já, það er bara full-time job líka bara. Satt. And working out your patience. Akkurat. So much. Já. 100%. Nei, en já, þetta var góð februar challenge. Já. Þú búin að... Já. Þeir sem eiga eftir geta nýtt síðustu dagana. Já, bara, það eru nokkru dagar eftir februar. Já. Vonandi, það er svo leiðilegt þegar maður er komin alveg í lokin og þá veist þú nærðið ekki. Já. Skilur, maður svona, fuck. Það er að grínast. Það fær alltaf svona daga challenge. Það var alveg svona motivating að fá bara svona
kaloríu upphæð Já, og þá gæti maður svona reynda bara fara bara 24 tíma á hjóli bara skilur að maður þyrfti þess. Já. Einmitt. Nei, kannski fáum við bara að labba upp eitt fjall einu sinni í mars. Kannski. Við sjáum til. Fjall líka, sko. Jesus, ég hefur farið svona ofta. Já. Aha. Já. Bara upp á steini samt, sko. Já, hvort annað. Já, sumi fara eitthvað lengra, sko. Já, alveg snar. Þetta alveg erfitt. Já, ég hef bara farið 2 ára eitthvað, sko, því ég bara, mér svo leiðilegt. Þetta svo leiðilegt. Og sérstaklega, ég hef bara farið í, sko, bongo og blíðu. Já. Ekki bara eitthvað í mass. Það með ólita konu. Nei, ok. Það náttúrulega, þið eru bara, hvað eru það að tala Það skilur ekki neitt, sko. Pabbi svo heldur ég fram að, ef maður labbi upp og þá gerist þetta nóttina og þá myndi hún koma ammælstæmin. Og þetta bara eitthvað svona, þú veist, hann er svo mikið ruglkall að ég er svona smá trúunum og smá langar að gera þetta til þess að líka sannan hafi rátt fyrir sér, fattu hvað meina? En samt að vonan hafi rétt fyrir sér. Ég veist, auðvitað er maður þegar þú ert komin x langt, þannig að barnið er orðið alveg stolpað og heilbreytt, þá ertu svona, já, hún mátt alveg fara að koma. Hún má alveg koma þá, eða ekki? Hún má koma þá, já. Þá er hún alveg búin með sinn tíma. Eða þú veist, ég er ekki komið fram með því samt, en hún er búin að vera nógu lengi, tel sem full meðganga. Þá getur við kannski hort bara Óskarinn á spítala. Getur ekki það, sko. Já. En þú veist, en að því að hann er bara, já, bara, þú veist, hann á ykkur 100 barnsmæður og hann ekki, ég sendi þér alltaf hann og þetta virkar og ég er svona, það voru ykkur skipti af ykkur vekk skiptum. Það var alveg... Það var 2 svar. Já. Hann sagði það. Já, það er... Hann er náttúrulega algjör ruglari, sko. Svona 40% virkni eða eitthvað. Já, ruglað. Já. Ég kann ekki reikna. Allan það er ágætis virkni, já. Þannig að, Góða líkur. Ég veit ekki hvort hann sé bara bull í mér eða ekki, en þið langar rosalega mikið að vita það. Já, svona bæði, svona, is you right, og svo, I proved you wrong. Þetta er svona... Þú ert að vera win-win is bara fyrir þig. Þú getur aldrei tapað í þessu, nema að það gerist ykkur upp á fjallinu. Þetta niður. Já. Það er líka, það er eitt að fara upp, það er erfið að fara niður. Nei, það er auðvelt. Nei, að labba svona eins og sérst næstu að detta allan tíman. Þetta er svona ekki það bratt. Ok, hvenær fórstu eiginlega senast? Þetta er alveg bratt, sko, sérstaklega að það er smá ís. Já, þú ert alltaf svona konstantli að reyna að passa þig að labba niður í geðið langan tíma. Já. Þú getur reyndið að runna á rassinu, sko. Kannski er það the trick. Ég veit ekki. Mér finnst það erfiðast við þetta, sko. Já. Ég er líka svo loftrædd. Herru, við sjáum til. Hvað þetta fyrir? Þurfum kannski að hafa auka manneski og er það bara ég og þú. Annars festist ég kannski bara úr fjörðuna. Já, kannski. Þú sækir þú þyrla að sækja mig, ekki? Bara, herru, hún er vingur mín, hún er fyrst hérna uppi. Nei, það var mjög fyrir. En nei, þetta er spennandi tímar framöndan. Það er hægt að segja það. Við samt verðum alltaf hressir hérna. Þú ert leiðin til London núna í mars. Já, ég leiðin til London. Það er svo spennandi. Mjög spennt. Það er líka, þið vinkun okkar heldur náttúrulega hún komin bara daginn sem þið eru á tónleikunum, sko. Já, ég vil ekki trú því, sko. Ég vil að hann sé komin fyrir eða þá beint eftir. Beint eftir, já. Ég vil vera á landinu, sko. Já, vera næs. Já. Hann ætla ekki að manifesta það, eins og hún. Nei. Ég líst ekki á það. Nei. En við ætlum svona aðeins að fara yfir svona fictional pör, svona hvað pör okkur finnst. Svona couple goals sem eru ekki til in real life. En ég held að þetta sé líka nákvæmlega ástæðan okkur ógeðslega margir verða ekki svona ástfangnir af, þú veist, þeim leikurum saman, skilurðu, þú veist, að þau verða bara investið í ykkur eins og bara, þú veist, tökum bara dæmi, Glenn Powell og Sydney Sweeney. Þú veist, fólk var svo mikið rooting að þau væri eitthvað in real life bara því þau voru svo hrifin að þeim í Anyone But Us. Já. Nei, Anyone But You. Já. True. Svo bara Jack og Rose, Titanic. Þannig að þú veist, þau eiga bara í alvörinu bara geðað gott samband, en vinasamband. En þú veist, eins og við höfum talað áður bara, he wishes it was more. Ég held það, sko. Það lúkkar alveg þannig. Hann er bara svo mikið player, sko. Hún var bara gana, skiljaðlega. Já, býn skiljast, sko. Já, hún vildi eitthvað svona, hann vildi leika sér. Hann vildi leika sér, hann er ennþá að því. Hann er ennþá að því, já, satt.
Nei, og svo líka bara, þú veist, eins og með Brad Pitt og Angelina Jolie eftir voru í Mr. and Mrs. Smith. Það er svona myndir sem þau kynnast í. Þú veist, ég held að fólk var þess að var svo ógeðslega investið í, þú veist. Það er alveg oft sem að fólk kynnast svona ástfangina setti. Já, við tekja fyrir. Já. En það er líka bara, þú veist, það er líka bara svona, ef maður horfir á svona myndir, það er bara svona, hvernig eru þau ekki ástfangin eftir þetta? Já, einmitt. Skilurðu? Einmitt. Svo bara sem hata okkur annan og... Já, ángríns. Eins og líka bara Star is Born, þá voru allir bara, Bradley Cooper og Lady Gaga bara, þau eru ástfangin. Einmitt. Þau voru svo eitthvað svona intimate, maður líka Óskarnum eitthvað á píanóinu. Já, þetta er alltaf bara PR. Já, einmitt. Held ég að vera, myndur meika að magiðin væri í þessum heimi, bara í Hollywood, bara. Það er svo erfitt að segja núna, þú veist, fattur þau, að því að þú veist... En hvað það er bara allt í hennu bara presúa leikara. Það væri eiginlega erfiðara, skilur, heldur en að kynnast þeim sem leikara og veistu svona hvort það skráði í. Ég held að erfiðara nú, að þú veist, ef bara ég búin með Gunnar núna, þú veist, 11. ári, ef hann núna væri bara ekki að vera leikari. Skilur, ég held að það væri erfiðara, þú veist, eða ekki píur, skilur, bara hvað sem skilur, og maður svona, ég held það sé erfiðara, því þú, heldur það ekki? Jú, kannski. Kannski svona, okay. We're doing this now. I did not choose this. Bara, this is okay now. Ég veit ekki, það, kannski. En ég veit ekki, ég held að svona, ef þú deytar leikara, þá svona gerir þau kannski alveg ráð fyrir því. Þess eru leikara svo oft með leikurum. Er það ekki málið? Örugglega. Svo þetta er bara, they get it, skilur. Þau eru bara, okay. Það er engin annar sem gets it. Nei, og líka þau kannski vita þá bara, okay, við verðum ekkert ástfangið þótt fyrir sleik við þig. En við erum bara, oh my god, þú ert ástfangin henni. Nefnitt. Skilur. Þau eru bara, ég var svo góð leikari. Or was I? Já, Kannski er ég bara ástfangin henni. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki, hvað fictional part datt þér fyrst í hug? Chuck og Blair. Já, ok, en ef þú hugsa bók? Fair and Reese. Það var svona með því fyrstu sem poppaði. Eina sem poppaði fyrir mér fyrst, ég var bara, hvað er að mér í hausnum? Já, það. Já, því ég fór ekki neitt, ég var bara, Harry Potter, nei, það er ekkert par þar, eða veist. En já, svo var ég bara, ok, þættir, já, ok. Já, mér relatable heldur en Akatar. Akatar, já. Fair and Reese. Já. Þú ert að 3. bókin núna, ekki? Jú. Mér finnst þetta orðið svona svo geðveikt næs að því maður svona skilur miklu meira. Já, maður skilur miklu meira. Ég er svona ennþá að reyna átta mig á svona smá... Ok, við fyrir mig það. Við getum alveg rætt það, skilur. Já, ég er bara, já, ég er sammálaðið, þú veist, maður skilur þetta miklu meira. Og maður þekki karakterina, en ég er svona smá að reyna átta mig á, þú erum að 3. bókinni núna, bara svona hvert erum að fara. Já, ok. Skilur, þú veist, ég skil hvað er að gerast, svona, hvert mun þessi bók leiða, ég er svona að minna það. Já, með karakterina eða það sem að mun gerast. Já, mun gerast. Já, ég er svona að reyna að átta mig á því, þú veist, hvort þetta verði annara manna point of view og hvenær það myndi þá byrja. Ég var alltaf búin að heyra það ekki þar, sko. Ég líka. En ég var ekki viss hvort það var þessi bók eða næst. Ekki heldur, þess að ég er svona hvert erum við að fara með þetta? Ég er spennt fyrir því, sko. En ég hugsa, já, Reese og Farah úr Akatar. Það er alveg svona, þú veist, út af því það er búið að setja, ég held ég myndi aldrei segja þau nema út af því að búið að gera þau svona AI. Og ég sé þau núna fyrir mér. Já. Ég sé þau fyrir alveg svona tölvugerði, eða svona meira realistic útgáfan af þessu AI. Alveg realistic, ekki stundum sé maður bara svona, og eins og þú sendir fyrir daginn eitthvað, ok, rólega, ekki alveg, þú veist, rólu með, þú veist, eitthvað búin að búa hann til og hann bara svona massaðstur í heiminum. Hann er ekki svona massaður. Nei, hann er fitt, skilur, hann er massaður. Já, hann er svona tall fit. Já. Ekki svona kubbur. Já, hann er ekki svona... Það er meira Tamlin. Já. Hann er svona kubbur, eitthvað. Já. Einmitt. Hvernig ég útskýra? En ég held að, þú veist, ég hefði ekki sagt þau nema út því ég sé þau núna fyrir mér. Já. Fattur mig? Já. En þau eru með þeim fyrstu sem ég hugsaði sko. Já. Svo var ég að reyna að muna hvort það var eitthvað svona teiknimynda. Er eitthvað teiknimynda hjá þér sem að þú svona... Symbolala eða eitthvað? Já, það er svo sætt. Þau eru cute. Já. Maður shipaði þau alltaf hart, sko. Já, maður shipaði þau hart, sko. Já, það er dúllu dæmi. Já. Ariel og Eiríkur. Oh my god, já, Eric.
Það var svona uppáhalds Disney-prinsinn minn, sko. Já, Og Ariel var uppáhalds Disney-myndi mín. já, þú hefur sagt mér það. Þú varst ekki ánað með castingið á leiknumyndinni, var það nokkuð? Á gæjanum. Á gæjanum, Já. ég tala það. Man ekki sem hvað lítur út núna. Nei, En nei, örugglega ekki. greinilega ekki. Já. En skilur, þú varst Það greinilega var ekki ekki. The Prince. Nei. Það var uppáhalds prinsinn minn, sko. Einmitt. Jesus. Nei, they did not get him right. Nei. Og akkur mann ég ekki eftir neina svona sambandi sem ég sippaði svona hart í teiknumyndum, sko. Alltaf með, eða þú veist, ég var svona ekki lítil þegar ég var að horfa á Garðabrúi og, eða þú veist, Rapunzel og, Nei, Flynn. já, Já. Flynn Rider. Já, en þau voru samtalið táningar. Já. Ég sippaði þau alveg mjög mikið, sko. Já, þau eru alveg kjút, sko. Hún var svona eldri árum uppáhalds prinsessan mín. Já. Hvenær góð þessi mynd út? Það er alveg, þú veist, ég man að ég var að passa. Já, ég var alltaf, Ég var ég var nýbúin svona að lítil fermast. systkini, ég var alltaf að horfa á bíómyndin með þeim, 2010 saman þegar ég var að fermast. Og guð, trú ég satt upp á þetta. Vá, látt ég að fermdust. Já, 15 ár. God. En já, þú veist, en við erum samtalið bara 14 ára. Já, og maður horfði alveg á 13 þetta meira þú veist, segja. ég á líka yngri sískinni og þú veist, Ég myndi alveg horfa á hann enda í dag og sippa þau, sko. ég horfði alveg oft á þessu mynd. Já, þú veist, ég er að tala ég hef ekki börn, sko. Já, þú getur horfði á með embli. Já, allan daginn. En hérna, já, ég er búin að sjá að þú veist, fólk er að vona að Sabrina Carpenter var að leika hana. Mér finnst það alveg, make a sense. Það var geðveikt. Já. Það var aldrei að fara að gerast, held ég, sko. En það var geðveikt. Það væri geðveikt. En það samt, sko, því Jonathan Bailey væri svo góður Flynn. En hann er nýbúin að vera, þú veist, Fiyero í Já. Wicked. Já, Þeir eru aldrei að fara að skiptir kasta það hann. eitthvað máli. Það er svo svipað á karakter með hest og eitthvað, skilur. Jú, já, kannski. Það var ekki að skrítið að hann væri bara alltaf með hest, bara Bridgerton þessu og þessu. Ok, satt. Ok, veistu hvernig ég myndi vilja? Hvern? Jacob Elordi og Sabrina Carpenter. Já, Jacob Elordi gæti alveg, hann satt svona smá toxic en sagði, já, það kannski passar alveg. En þú veist, það var svo gott fyrir hann að fá þetta hlutverk þá. Já, en Bara það svona- er líka Flynn er alveg, hann er glæfnaður. Hann er líka, já, hann er líka toxic, sko. Já, ég get alveg séð það fyrir mér. En það var geðveikt Já, match. en ég er bara að spája því að, sko, hún er 1,20 og hann er 2 metrar eða eitthvað. Hot. Það var bara ekki skrítið heldur. Hún með eitthvað geðu sítt hár og gett lítil. Æ. Það var kannski meika sens að því að okkur gólfu, þessi hári snert gólfu. Einmitt. Mér finnst við bara búin að kasta frekar vel í þessa mynd. Er hún eitthvað í framleiðslu eða? Það er rumored, sko. Oh my god. En er Live það svona action. live action? Já, og þetta, hvernig er þetta Sabrina Carpenter á leiki en annars? En live action er ekki að sama og bara eins og eins og Little Mermaid var gerð. Er það ekki live action? Nei. Hvað er live action? Live action er svona, þú veist, þetta er basically tekið upp leikrit. Nei. Þú veist, það er eins og Rock er núna að leika í live action Moana. Ok, ég er að tala um leikna spólur, sko. Já, þú veist, ég er Veit að ég vonast hvað það heitir þá? Remake bara, eða? Já, Ég held movie. að live action væri bara ekki teiknumynd. Nei, það er eitthvað svona, þetta er eitthvað aðeins öðruvísi. Það stendur hérna, live action tangled in the works at Disney. Það getur að vera að live action sé in the Ég held að það sé að vera að tala um samt mynd. Live action film. Sko, ég held, kannski er ég að fara með vitlaust mál. Það er live action þá theater eða eitthvað þá sem hann er að gera, vinur okkar. Rock, já. Ég veit ekki, þetta er þetta er eitthvað. Það er líka að vera, þú veist eitthvað svona fancastjarnar, það Lily, hvað heitir hún? Lily hana, sem leikur mamma sem leikur sem heitir, leikur hann Lily hana, leikur mamma hana nýjustu mamma ekki, Ó, ég veit ekki. í hverju leikur hann líka Mamma Mia Lily James. já, Já. hún Já. er mjög svipuð Sabrina, ljósara með dökkar augabrúnir. Já, hún er sætt. Hún er mjög sett. Já, ok, já. Flynn Rider og Garðabrúa, já. Þau eru alveg, maður sippaði þau, sko. Já, og það var svona, það var aldrei að fara að gerast. Maður var svona, herðu. Nei, já, Skilurðu? hún veit það. Þetta er svo cute eitthvað og svo, þú veist, já. En þú veist, þú veist ekki að missa yfir Kristján og Önnu í Frozen. Nei. Nei.
Það kom svo, nei, þú veist, Frozen kom svolítið seint frá okkur, sko. Já, kannski það. En þú veist líka bara að þau gefum mér svona Systkinavæp. Já. Já. Þú veist, þau eiga bara að gefa mömmukoss, skilur. Já, ekki já. meira það. Já. Skal ég meina? Já, ég veit hvað meinar. Nei, en þú veist, ég veit ekki, svo fyndi að því að þú veist, ég man bara þegar maður horfði á svona, þegar maður var lítill og þú veist, ok, það ákast ég ekki við teiknumyndir. En þú veist, svona pör í, þú veist, til dæmis bara þáttum eitthvað, hvað maður var invested maður. Svo, já. En líka Jasmín og Aladín, sko. Jasmín og Aladín, já. Ef við tölum Já. teiknumyndir aðeins lengur. Ok, já, ok, satt. Og náttúrulega líka, sko, Fríð og dýrið. Já, áður en hann var... Áður en hann var human, já. We didn't like him as human. Nei, hann var disappointment, sko. Varstu Shrek og Fiona? Nei, Nei. ég var það ekki. Það voru margir þar, sko. Ég vildi að hún væri human og væri bara með prinsinum. Já. Ég man með leiðanni líka. Er það? Já. Og það var svo leiðilegt að horfa á myndir sem maður var ekki sammála. Ég veit það. Ég veit það. Ég elskaði Shrek, sko. Ég horfði á myndina. En ég þoldi bara ekki rómanspartina henni. Sammála. Ógeðslega skrítið. Ógeðslega skrítið. Maður bara getur bara verið með eitthvað. Ég veit ekki. Já. Mér fannst þau ekki eiga saman, sko. Nei. Allavega ekki fyrstu myndinni. Nei. En þau, Nei, ég man ekki svo eftir annar. En þau eignast börn og eitthvað. Já. Ég held að sé alveg til 5 myndir eða eitthvað, sko. Vá. Og Múlan. Og maðurinn manstu eftir því? Nei, ég man ekki eftir gæjanum Múlan. Ég man bara eftir hún var svona independent. Já, og svo, Queen, þú veist, og hann var svona eitthvað svona þjálfana og svo urðu þau, þú veist, eitthvað svona ástfangin, skilur. Það var alveg kjút, sko. Já, ég elskaði Múlan. Já. En man ekki eftir rómansinu. Líka Pocahontas. Já. Geggjumynd. Það var geggjumynd. Já. Það var geggjusamband þar. Það var iconic, svona gömlu myndirnas. Ég veit að það eru bestar, sko. Já. Þess vegna er svo gaman að, þú veist, að horfa á þær svona remade. Það er svo skemmtilegt. Og líka bara eitthvað svona, þú veist, núna alltaf Mjallhvít að koma út í mars. Já. Ég er mjög spennt. Já. Lofa minni konu. Var eitthvað voða drama með þá spólu? Já, hvað var það eftir? Var það ekki eitthvað þegar Hún var eitthvað voða ósátt eða eitthvað. Þau voru ósátt með hana. Já. Og eins og hún hataði karakterinn sinni eða eitthvað. Það var geða skrítið. Man, þetta var eitthvað drama, já. Ég man í hvað er. Kannski tökuðu bara sér fyrir þegar myndin er komin út. Ég veit. Fór alveg teiknumyndina, sko. Heyrðu, Addams Family, þekkir það eitthvað? Já, ekki samt nógu vel. Nei. Og svona þau parið Gomez og Morticia frá Addams Family, þau eru svona couple goals. Já, það eru fóreldrarnir og Wednesday, eða ekki? Jú. Já. Einmitt. Þau eru couple goals. Þau voru alveg, já, 100%. En ef þú hugsaður aftur bara svona, þú ferði aftur í úlingsáriðin, þegar þú varst bara svona, varst að horfa þætti línulegri? Já. Já? Röglega. Hvað þætti varst að horfa? Hvað, þú veist? Ég man eftir að hafa fylgskeitt, en ég veit að þú varst ekki One Tree Hill. Ég man allan að ég var bara One Tree Hill kemur á mánudögum, geta að horfa eitthvað. Og svo var líka Veronica Mars, varst þetta því? Nei. Oh my god, hún var eitthvað svona spæjari. Byrju. Úps, ég verði að sína þér. En þú veist, það voru oft svona pör í svona þáttur sem var að horfa á sem úlingur sem var alveg bara... Manstu ekki eftir þessu? Nei. Oh my god. Það lúkar þessi nýtt. Já, það lúkar eins og þessi nýtt. Þetta var frá 2004. Til 2019? Já, ég reyndar náðu ekki að halda svo lengi. Wow. En ég man eftir þetta var alltaf í sjónvarpinu. Hvað heitir eftir þessi leikona? Þetta er Guð, Kristen Bell. Já, það ekki, já. En já, ég man, þú veist, að því að ég horfði mitt gett mikið á One Tree Hill og eitthvað, þá var maður gett rooting fyrir ákveðnum hörum þar. Það breyttist samt alveg. Þú veist, þá maður horfði þáttaserjur, þá breyttist það, sko. OC líka, þá var maður rooting fyrir einhverjum pörum þar. Svo komu svona Gossip Girl, þú veist, aðeins seinna. Já, 2008. Já. Varstu ekkert um Dan og Serena? Nei, aldrei þóla Dan. Já. Og
ég var alltaf bara Blair. Já. Ég bara klæddi mig eins og Blair og ég var bara alltaf með hárspöng og þú veist, ég bara... Skakklegt. Hún var bara lífið mitt, sko. En ég var ekki eitthvað... Ég hata ekki Serena en ég var ekki eitthvað big fan of Serena, samt smá, fannst það smá pirrandi. Já. Þannig ég var eiginlega ekki að spá í hennar pörum. Sko, Nei. En það er rosalega margir sem fóru törnum sem Blair á með, sko. Ég var bara, nei. Já. Svo prinsinn og... Prinsinn var alveg pínu óþolandi, Já. sko. Og þegar Alls hún var konar. með den, Og ég bara... það var hræðilegt. Ég var næst ég bara hægt að horfa, sko. Þetta var bara against everything. Já, þetta meika engan Nei. sens. Þetta var bara svona, ekki skemma karakterinn. Nei, Veist hvað ég meina? Blair myndi aldrei. Nei, she would never. Nei. Bara never in her life. Gríns. Nei, ég sammála, þú veist, mér varst Blair og Dan, það var ógeðslega pirrandi. En maður var alveg rooting fyrir Blair og Chuck, sko. Maður gat eiginlega ekki neita því. Nei. En það kom alveg tímabili sem maður var bara, oh my god, fók ég hata hann. Já, Chuck var líka ógislegur fyrstu Það var serinu, sko. ógeð, það var náttúrulega bara, hann var bara ógeð, Já, skilur, hann var bara næsti. En, En svo var maður alveg rooting for them. já. Maður var það alveg. Ég veit ekki, er þetta að kenna mann eitthvað svona toxic, eða þú veist? Hvað vill maður alltaf þetta? Bara eins og, Euphoria, maður bara að shipa Já. the most toxic people Já. together, sko. Hvað er það? Ég veit það ekki. En þú náttúrulega, já nei, þú varst ekki að horfa á Vampire Diaries sem úlingur. Nei, ég var alltaf True Blood. Já, var eitthvað par þar? Já, það var Suki og Eric Northman. Ok. Já, eiginlega bara þau, sko. Já. Hvað var ég alltaf aftur að horfa á þá? Ég var alltaf bara að horfa á Harry Potter og þetta var bara tímabili sem Harry Potter var og bara enda að koma út, sko. Já. Þannig ég var bara þar. Já. Og þaðan er, pabbi og mamma Ron Weasley, sko. Þau eru svona couple goals. Það er svona Já, eina er couple það? goal. Já. Já, ok. Families. Já. En þú veist. That's so wholesome. Já, en það er svona, þú shippar það ekki þannig. En þú veist, Nei. eina parið sem er svona dettur í hug, af því ég shippaði aldrei Ron og Hermione eða Hermione og Harry. Jú, ég meina kannski Hermione og Harry, en það gerðist aldrei. Nei, en ég hataði Ginny og Harry, til dæmis. Já, einmitt. Bara hate so much. Einmitt. Líka Cedric og Hermione kannski. Rose Pattinson. Já. My king, sko. Það hljómar svona eins og eitthvað sem þú myndir shippa, sko. Já. En eins og því ég var að horfa á Twilight, þá hataði ég, þú veist, Bellu og Edward. Já. Af því það var bara enginn fyrir hann þarna. Já, það var enginn nýjan góður. Þó þau eru frekar vilja hún væri með hann. Hann var bara með þessu Jacob, sko. Já. Hvað sem hann hét? Wolfboy. Varulunum hann. Já. Hann heitir Taylor. Hann heitir Jacob í Úrgilsbólunni. Örglega. Það er vel gert að muna það. Já, það var bara... En nei, ég veit ekki, þú veist, ég er ekki... Óbyrðu eitt. Já. Pirates of the Caribbean, horfðu ekki um það? Oh my god, já. Hvað shipaður þar? Oh my god, ég man ekki eftir. Mástu ég heiti Gellinni og Orlando Bloom ég man eftir... Keira Knightley, Orlando Bloom, John Depp. Jú, ég man eftir þessu, en ég man ekki. Hún var alltaf með, Orlando Bloom. Ég var svona low-key að shippa alltaf hún og Jack Sparrow og eitthvað. Langar að horfa á þær myndir aftur. Það eru góðar, sko. Já, þær eru góðar. Það eru fucking góðar. Þær eru bara mjög góðar. Já. En já, þú veist, já, ég man ekki eftir, þú veist, ég horfði á allar Pirates, en ég man ekki eftir. Bara, já, eftir að horfa á þessu spólur, bara sem krakki, ég var bara að horfa á Keira Knightley og bara, þetta er fallegast sem mannskjum sér að æfa. Oh my god, hún er svo falleg. Já, gorgeous. Svo fólk alltaf að gera grína henni, ég bara, hvernig getur við gert grína svo fallegri mannski? Að því hvernig hún talar, skilur við, Já. Ég veit það ekki, að hún brosir alltaf með bæði uppi og neðri tönunum. Já. Það er ekki hægt að gera grína minni koni, sko. Nei, það er ekki hægt, bara hætti þessu. Líka bara einn af first women crush hjá mér var Natalie Portman þegar hún var í Star Wars. Og hún er eiginlega alveg eins og Keira Knightley. Þær eru ótrúlega líkar. Þær eru ógeðslega líkar. Já. Ég líka, Sandy úr Grís. Maður var að shippa það, sko. Já. Sérstaklega í endan þegar hann kom í sígarettuna. Það var eitthvað, gekk húl. Það er enda buggaði mig ekki mikið. Það? Já. Ámest það svo nett. Já, bara stay true to your queen self, sko. Já. Mér varst hún cool, sko. Já, ekki mér. Mér var svo leiðilegt að sjá hana eins og hún var þannig. Mér var svo krúllið hvernig hún var. Mér var bleiku og sæt, já. Þetta var bara sassy moment sem ég elskaði. En High School Musical, hvar varstu þar?
Sko, ég var ekkert svo mikið fan. Ég horfði eiginlega bara á þetta þegar vinkonum mín horfði á þetta. Já. Mér varst bara Zac Efron cute, sko, en ég þoldi ekki Gabrielle. Nei. Ég svipaði engan held ég þar. Nei, ég svona að reyna að muna hvort ég hafi svipað Troy og Gabrielle. Eða hvort að mér hefði fundið smá gaman þegar hann var með. Sharpay. Já. Ég man ekki hvað Mér fannst það mjög rámt að sjá, sko, en samt... Mér fannst stundum gaman að sjá rámt nefnilega. Já. Það er skrítið. Am I the problem? En veistu hvað ég meina? Stundum svona þegar þessi áttu ekki að vera saman, það fannst bara gaman. Nema svo eins og í Gossip Girl, þegar bara Blair átt aldrei með Dan, ég var bara mjög ósammála því og bara, það triggeraði mig mjög mikið. Mér finnst það yfirleitt fara mjög mikið tögunar á mér þegar það á ekki að vera. Já. Nema þegar ég er búin að plana í hausnum á mér bara svona, þau eiga að vera og svo gerst það. Já, skilurðu. það er gaman. Já. Ég man En eða ekki er eitthvað svona get it off eins og með Sharpay, það var ekki rétt, sko. Nei. Það var eitthvað skrítið. Ég þarf að taka reunion á High School Musical, það er svolítið síðan, sko. Góður, sko. Iconic lög. Iconic lög, já, ég er það greinast algjörlega, sko. Og svo náttúrulega var það líka bara Friends. Já. Friends var náttúrulega bara, Og hvað er svona aðalshipið þitt í Friends? ég þarf að hugsa þetta. Ég held samt að sé Chandler og Monica. Já, ég ætla að segja Mike og Phoebe. Oh my god, já, þau eru algjörðu dúllur, sko. Þau eru bara best. Já. Mér fannst líka eitthvað gaman þegar Joey og Rachel. Ha? Joey og Rachel. Nei, mér fannst það klikkaði aldrei og Nei, það triggeraði mig. Já, það buggaði mig svo mikið. Það er eitthvað sem ég shipaði from day one. Ég skil hvað þú meinar, já. En ég var bara svona, akkur er að gera það núna? Já. Já. Bara gera bara Ross. Og þetta var alltaf eitthvað svo pínlegt og óþægilegt og ég var svona, þetta átti ekki að vera þannig. En mér fannst eitthvað gaman þegar Monica var með gamla kallinum. Já, hvað hét hann aftur? Geller, þannig. Nei, hún er Geller. Ég man ekki. Ég er að rugla hann við Mr. Big. Í raun og veru, já. Þetta er svona þannig vibes. Er þetta ekki samleikari? Nei. Nei. Alls ekki. Nei. Við Monica Oldman. Monica Oldman. Hvað hét hann aftur? Hennar hann? Richard. Já. Sammála, ég fílaði Richard. Það var eitthvað gaman við það. Ég veit ekki hvað það var. Nei. Það var eitthvað. Er það issue? Nei, það var ekki það mikið á milli þeirra, það? Nei. Það var ekki eitthvað, þú veist, jú, kannski. Hún átti að vera svona kannski 26-7 ára eða eitthvað. Og hann kannski ferstur, rúmlega. Já. Nei, örugglega. Þetta var allt leifilegt. Já. Þetta er ekki svo þegar hún var að deyta þarna 17 ára. Hvernig var hún að þetta? Æ, manstu ekki, hún var að... Jú, maður með eitthvað tæni gæja. Já, Ethan. Já. Manstu þegar maður var alltaf með þetta í gangi. Já. Þú gleymi maður. Bara þegar Netflix hætti með það hætti ég, sko. Það er ekkert að vant síðan. Já. En hann var með eitthvað, þú veist, þessum guður, og hann var eitthvað 17 ára. Ég man eftir þessu. En já, ég held að svona, þú veist, já, ultimate hjá mér í Friends var Monica og hann eða Monica og Chandler. Monica og Chandler var geggjað twist, sko. Það var svo geggjað twist og það bara átti svo vel við. Sammála. Það var bara svona, maður var samt ekki eitthvað svona, þetta var að fara að gerast. Nei. Þú veist, það var engin undirbúningur. Nei, og ég man, það var eitthvað svona viðtal við The Writers, eitthvað, það var eitthvað svona, við vorum ekki alveg viss hvort þú ætliðum að gera þetta og svo sáum við uppbröðin þá ákveða að halda þessu áfram. Þetta átti bara að vera one night stand, já. Thank God they did not. Já, og svo bara að klöppu allir svo mikið, það er alltaf live audience. Já. Klöppu allir svo mikið þegar hann kemur undan senginni. Já. Það var bara, okay, there's no going back, sko. Og ógeðslega buggandi þættinir sem var eitthvað svona eins og Chandler var að halda fram hjá henni. Hræðilegt. Það triggeraði mig, sko. He would never. Perrandi svona, sko. Þegar hann var í Tulsa eða eitthvað. Já, og var að leita húsi fyrir þig og svona allir aðri held að vera að halda fram hjá. Allt annað og eitthvað. Já. Æ, það var hræðilegt. Já, það var ekki fallegt. En já, ég held að þau séu svona my ultimate friend. Ég var aldrei eitthvað geðveitt hæpuð á Ross og Monica. Nei, Rachel. Hói. Hvað er að mér? Svo Rachel, sko. Nei, ekki heldur, ég hataði því. Mér fannst þau bara svo ólík. Þau bara virkuðu ekki og Ross var bara toxic og eitthvað. Já. Sko. Hann er bara toxic. Hann er toxic, sko. Já. En einhvern veginn líka mann var alltaf eftir Fun Bobby og Monica.
Já, Manstu að það? það var svo fun. Já, af því Já. hann var alltaf fullur. Já. Var svo lengi að fatta það. Já, það er bara nýlegt, sko. Já. Já. Þú veist, þegar bara yngri að horfa á þetta og svona, veitu, hvað þýðir það? Já, fun Bobby. Já. En, já. En var einhver kærasta hjá Joey sem þeim fannst eitthvað gett svona eftirminnileg? En það var aldrei neina eitthvað svona lengi. Nei. En þannig að Brooke Shields, þegar hún kom, hún var alltaf að leika eitthvað stolka samt. Já. En ég man bara eftir ég horfði á hann, ég bara tjóðlega eftir fucking fallið maður. Já, svo. Það er bæðið eitthvað topic sem við þurfum að fara í, sko, hún. Brooke Shields? Já. Er eitthvað frella? Það djóka. Ég hef aldrei heyrt neitt hana. Ég er bara ofta á ykkur dýpdæg og TikTok því hún var að tala bara þegar hún var yngri að leika í svona bíómyndu bara klamgerð bara frá hún var 12 ára, skilja, yngri. Alveg rétt, sorry, ég man eftir þessu. Það eru ákveðin svona topics með svona þessar leikonur, þú veist, Brooke Shields og hún sem var í oh my god, hvað hétu þættirnir? Nei, ég get ekki muna þetta voru eitthvað svona, þetta voru svona þættir sem voru sýndir eitthvað svona eitthvað skjá einum, þetta var svona par sem átti heima saman þar. Oh my god, nei, ég verð að finna þetta. Ok, allavega, það er dott úr mér hvað hún heitir núna, þú veist alveg hver þetta en hún er búin að tala gett mikið við höfum nefnt þetta áður, við erum núna að tala og fara svona, þú veist, það fullt af svona dýpdæfum og hún er búin að fara við til eitthvað að tala þú veist, vísindakirkjuna því hún gekk í hana og hvað það er bara eitthvað ógislegt og hún er búin að forðast það eitthvað. Þetta eru svona þessa leikonur sem voru gett vinsalar, þú veist, ég með þetta svipum Tímo Brooke Shields og eitthvað. Já. Hvað það er crazy að horfa á þessu viðtöl við hana þegar hún er bara lítil, bara af hverju ekki að gera nektar sinna sjálf. Bara því ég er 13 ára, skilur. Langaði það ekki. Þegiðu. En fólk heldur hvort er að þetta sér þú. Já, mér bara langaði það ekki, mamma mín veit að þetta er ekki ég veit að þetta er ekki ég. Bara, þetta er fullorðið bara kona að tala við hana. Ég bara, hvað er það að spyrja hana? Hvað er það að reyna að fá út úr þessu? Új. Það er ógeð. Új, ok, við verðum að taka þetta fyrir. Já, þetta er alveg vert að taka fyrir að þetta var alveg sex, sko, bara greið konan. Og líka bara sjáðu hvernig hún var þegar hún var yngri. Þú veist, bara einn fallegasta mannskja sem ég fucking sé. Hún er svo AI. Hún er svo AI. 100%. Já. Hún er gorgeous. Gorgeous. Það var hann að frægasta myndir það heitir hann Blue Lagoon eða eitthvað. Já. Þá eru þau, já. Þegar hún er svo lítil. Þetta komin á fórupage mitt. Já, The Blue Lagoon, já. Svo Pretty Baby, ekki að ég sé hana, en þú veist. Vá. Það er til nokkra útgáður sem spólu, þú veist, það er gert hana nokkur sinnum. A Blue Lagoon? Já, bara með öðrum leikurum og eitthvað. Það er ekki saman og Jessica Alba leiki. Nei, það er Blue, Into the Blue. Into the Blue. Langar að sjá hana aftur. Hún er góð. Oh ég horfði á hana fyrir ekki tala lengur, sko. Jessica Alba, sko. Nei, Gunni er hrifin að henni út af þessar mynd. Ég skil það. Hún er líka alveg eins í dag. Já. Ég er líka hrifin að henni eftir þessar mynd, sko. Og bara alla myndina sem hún leiki í. Hvað var marga myndir sem hún var að horfa á? Já, allar þessar 90s, 2000 myndir er svo góðar. Það taka þetta í orlofinu, sko. Já, ángríns. Er það grínast? Into the Blue. Ég ætla að fara að horfa á hana. Já. Ekki að gera, sko. Nei, ángríns gerði það. En Brooke Shields, já, vá, við verðum að taka þetta fyrir. Ég man ekki, já. Ég var líka með, þú veist, að ég veit að þú ætlar að taka One Tree Hill bráðum. Af því að ég fyrir bráðum að vera búið með Vampire Diaries. Það er ekki búið með það? Nei, ég þurfti að taka pásu. Ok. Og þegar það komi jól. Já. Og það var svo mikið svona að horfa á jólatengt. Ok. Skilur. Og svo er ég komin í allt annan heim. Já. Það var svolítið erfitt að fara að rugla saman sko Surreals og vampýrum hérna. Já, ég veit. Í Akatar. En já, ekki mikið eftir. En eins og í Vampire Diaries, þá var maður alltaf að shipa vitlaust, I am alltaf hoping fyrir eitthvað sem aldrei að fucking gerast. Hvað er þú komin eiginlega? Langt. Hvað er þú hoping for? Ég er hoping að vera með hana Damien. Já, Damien. Damien. Damon. Já. Ég vil ekki segja mikið, ég vil ekki spoila ykkur en þú veist, I'm hoping for that. Þau hafa tísað í marg oft og hafa eitthvað. Ég er ekki búin að fá TikTok-soundið. Þú er komið mjög stutt á. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei, mér er mist af TikTok-soundinu. Gauðs. Gauðs. Er það sér býða eftir að þau séu? Ok. Það er komið mjög langt. Ha?
þú ert komið mjög stutt ef að það ekki búið að gerast hjá þér. Þau eru búin að gera eitthvað, sko. En það verður aldrei eitt meira. Ok. Hún fyrir alltaf aftur í hinn fílbókan. Já. Ok. You need to catch up, sko. Wow, ok. That's weird. Er þetta að fara að taka aður uppi? Það er spennandi. Keep on watching, girl. En þú tekur vondur í hil með mér þá. Já. Og þá ætlar, þú veist, það er mjög mixed skoðanir hver að vera með hverjum þar. Það eru svona þættir sem eiginlega allir pröfa að vera með öllum. Já, en það er svo gaman. Já. Þegar þá myndir maður svona skoðun. Lofælan bara. Já. En heldur það sé ekki ástæðan af hverju raunverulega þættir eru svona vinsælir er því að við verðum svo invested í fictional pörum. Og þú veist... Þannig eru þau saman in real life. Já. Og þannig eru þau saman in real life og við fáum að fylgjast með eftir á. Já, getur verið. Og in real time, já. Ég hugsa það sem máli, sko. Ég hugsa það sé alveg svona sem spilar inn í okkur í reality TV var svona, þú veist, að ég man eftir shiftinu þegar ég var bara, oh my god, ég elska þætti meira myndir. Já, að þá gæti ég sé alltaf meira og þú veist, þá var þetta alltaf miklu lengra heldur en bara 2 tímar og búið. Já. Þannig ég man eftir því, sko, en svo er ég bara svo reality TV og svona annað, þú veist, þá gæti ég líka fylgst með þeim á netinu og líka fylgst með þeim þarna. Byrst alltaf að fylgjast með þeim. Það getur bara I'll be watching you. I'll be watching you. Nei, ágríns. Ég held að það sé alveg ástæðan okkur við verðum svona invested, sko. Já. En Sex and the City, það er eitthvað sem við langar að taka aftur. Já, getum við gert það? Já, getum við gert það. Mér langar rosalega mikið. Og því að það er allir að tala um. Það er allir að taka aftur núna. Og tala um bara hversu toxic Carrie er, náttúrulega. Og mér alltaf fundist það, ég man ég þoldi hann ekki. En Já, ég man ég var svona ég held ég þoldi hann ekki, en ég var alltaf svona, what's the hype about? Ég fattaði það aldrei. Þú veist, mér fannst hann alltaf svona pirra mig inn á milli, svo hvað hann að gera? Ég elska bara sem enn það. Ég elska sem enn það. Og Charlotte. Já, Charlotte, já. Charlotte best. Og já, hún er svo sæt. En það er líka allir að tala um bara, þú veist, eitthvað svona, eins og með Big og eitthvað, það hann hafi líka bara verið gett. Já. Why we're rooting fyrir því, þú veist. En samt svo líka, ef maður horfir á hana, hvernig hún var að haga sig við hann, þá er maður svona af hverju... Já, þau voru bara gett toxic, er ég að tala um, bara why are we rooting for that? Hún var alltaf bara showing up, bara á einhver random stöðum, að búa til svona hryllingsvind. Nei, það? Og hann er alltaf bara að fóta. Ok, nei, við verðum að taka þetta aftur. Við verðum að horfa á þetta sem með öðru sjónur á þetta. Já, en það svo fyndi líka, þú veist, að það breytist. Það breytist svona hvernig maður sér hlutina í dag. Já, að horfa á okkur aftur getur alveg skemmt hluti fyrir þér, sko. 100%. En bara svona sjá líka svona New York með gömlu taxis og... Ég elska... Þessi þættir bara átti svo mikið stað í hjartanum mínu, sko. Já. Ég horfði svo mikið á þetta. Já, ég er það grínast og ég líka hélt bara að þegar maður færi til New York þá myndum maður bara alltaf bara fara inn í Sex and the City tour. Þess að maður færi bara, það væri bara aðal hluturinn til þess að gera. Svo, þú veist, ég held að það væri bara, já, that's the thing you do, sko, in New York. Ég veit ekki, maður alveg þar. En sko, að kaupa sér gott mönns eins og að fara í Netto, kaupa sér gott mönns og horfa á góða svona þætti. Já. Draumur. Veistu hvað mönns ég var að fá mér daginn í Netto? Ég veit það nefnilega. Já, bara ananasinn. Hann er svo góður. Hann er svo góður. Þegar ég fyrir mjótina, það var mjög erfitt fyrir mig að fá mér hann ekki, sko. Sko, ég fór mjótina í gær, en það var að vera að þrífa vélina. Heyrðu, það var akkurat að vera að þrífa hana þegar ég var búin. Þannig ég var bara, thank God. Ok, það var bara, ég var einmitt eitthvað svona, og ég býða. Já, það eru lengst dag. Nei, það voru enga stund, sko. Ég var bara hlaupin. En þú veist, þetta er svona, já, þetta er, ef þið vitið ekki á þessu, þá er ananasvél. Þú setur bara heilan ananas og heilan ananas svona í og hann bara choppar hann bara Fruit Ninja style. Hvað minnan mínútu? Já, og hann er feskur. Og ég bara klára hann svona. Bara, oh my god, hann er svo góður. Sérstaklega you pregnant ladies, ef þau reyna að ná a baby out of your vajayjay. Líka bara gott fyrir pjöluna. Nei, þetta er bara gott fyrir vajayjay yfir höfuð. Já, ég held það. Þetta er bara gott. Já. Og líka fyrir stráka. Er það? Já, hefur ekki heyrt að, þú veist, fyrir... Segðið? Já, ok, nei, ég hef ekki heyrt það. Ekki? Ég held að vera bara slímhúðin í konum. Nei, það held ég báða slímhúðir, sko. Já, það er líka slímhúð. Já. Ég skil einmitt. Ég man bara í Kardashians þegar þær fóru í keppni. Manst þú eftir? Nei. Þær fóru í keppni, þær systurnar, jeps. Það hljóma strax hræðilega. Já. Disgusted. Hvor við JJ myndi... Bragðast betur.
Já, en ég held Hver þær hefði smakkaði? gert smell betur. Hver var að þefa? Oh my god, maður ekki eftir þessu. Hver var að þefa? Ég man það ekki. Það var ein systrin, Pineapple Kardashian. Ég geti aldrei þefað af einhverju pjöludæmi, sko. Nei, myndir ekki fyrir skrítið ef ég og Jóa værum bara, ok, ætlum við keppni. Og ætti ég að þefa? Já. Nei, ég myndi æla við tilhugsunum bara sorry, no hate á ykkur, bara það að ég væri að þefa af því, eða no. Einmitt. Byrju, try to pineapple center lady parts. Þetta sko alveg, já. Annars svo ekkert eðlilega góðið fyrir Já, sko, Kourtney og Kim, þetta an old episode of Kourtney and Kim Take Miami. Þegar Khloe sagði við Kourtney og Kim að ananas juice lætur þetta bragðast betur, þannig að þær 3 systurnar took it to the test og voru með píku smell-off eftir að vera búin að tjögga fullt af ananas juice. Og hver þefaði? Kim var vann af því að hennar píka lyktaði eins og blómapíka og samkvæmt Khloe. Hvað borgaði hún Khloe til að segja þetta? Það er svo ókslega góð spurning. Þetta er ekkert eðlilega steikt. Ég ætla líka að horfa á þessu þetta aftur. Píka þetta? Já, bara, þú veist, Það er Kardashians. Kourtney og Kim Take Miami. Horfa á þessu spin-off þetta, sko. Þeir voru Ég var góður. alltaf að horfa á þá og í þeim tímabili. Já, það er svo gaman. Það var svo geggjað, sko. En já, talandi annars, hann fæsti Netto. Hann fæsti þetta feskur mjóttinni. Svo góður. Það er þetta mjög gott, sko. En að kaupa svo gott munns eða bara með gamla og góða classic Coca-Cola. Já. Ingo Coke á kvöldin, sko. Já. Coca-Cola, Zero. Elska. Ég veit ekki, fílar ekki læmsneið út í. Ég veit tala þetta fyrir síðast Sko, ég fíla það alveg. En það þarf að taka út dósin. Mér finnst, eins og kannski veist, ég elska góð dós. Já, sko, góð sveitt dós af kulda. Ísköld dós, og því að leðast í glasið, þá er það ekki eins. Það er öðruvísi. Það bræðast öðruvísi. Já. En það er líka gott, skilur, með klökum og sítrónu. Nei, ekki sítrónu. Ok, lime. Lime. En það gefur svona restaurant vibes. Já. Stundum bara fíla ég það alls ekki. Já. Stundum fíla ég það mjög ekki. Já. Setur eitthvað rör í dósuna hérna? Nei, oi. Nei. Á maður að gera það? Nei, að því þú veist, nei, ég gera það ekki, en ég set alveg rör ef ég með glas. Ég myndi gera það með glasi. Skilur mig? Já. Ég var bara að hugsa. Ná glerur Já. bara. Það er svona ómikið kolsýra ef maður setur rör í. Það er eitthvað bara skrítið við það. Já. Það verður að vera klaki í glasi með röri. Finnst mér. Já, en sko, já, að vera með svona góð Coca-Cola á kvöldin. Ángriðs bara, ef þið ætla að setja í glas, þú veist, setja smá læmi eða krista smá, setja þessu út í. Já, krista það. Já, það er algjört ký. Betra. Ég fíla ekki að hafa hann ofan í. Mér finnst koma svona bragða af börknum. Já, ok, Skemmuna. kristu þá bara smá, Já, þú veist, já, það er nóg, það er- sko. það er lagi, sko. Það gerir eitthvað svona, mega gott. Og þetta er, þú veist, þegar maður horfa á þætti, þú veist, eins og við erum búin að vera að taka núna á Love Island, skilur. Þetta er bara, ég er bara, ok, Love Island er að byrja, ég get náða mér í Zero, þú Já. veist, þetta er alveg moment, sko. Búa til gott Zero. Já, Eins og Gellan, þú var að followa Diet Coke Gellan á TikTok. Hún er alltaf að gera geggja Coke, líka Coke Zero og eitthvað. En hún þekktist fyrir Diet Coke. en er það klakanir? Erum við eitthvað geggja klaka? Stundum, já. Hún er með svona, Svona litla? Já. We need that, ég sko. skil það ekki alveg. Ekki? Nei, mjög betra Svona Subway klakar? Já, nei, mjög betra á stóra klaka. Já, það er Af því- dagmismunur. Já, því það annars var miklu hraðar vaskent. Vaskent, já. Það er rétt, sko. Þegar ég var að fá mér úti Diet Coke í svona vél, not good, sko. Ekki gott. Nei. Dós, gleri, Já, það var sannlega gott þegar við vorum eins og í London og fengum það, já, fengum við í gleri og settum hann í glas, já. Það voru stóri klakkar. Já. Það er gott. Og sett hana inn í skáp með klukkanum í og leiðum þið bara að vera ekstra kalt. Það var gott. Það er svo gott, sko. Já. Það er svo gott. Hit so hard, sko. Já, það er alveg rétt, sko. En við spurðum hvað verður svona ykkar uppáhalds fictional pör. Fyrsta sem er hérna er Derek og Meredith. Já, það er alveg rétt. Þau voru alveg sip í Grey's Anatomy. Ég þoldi ekki Kristínu og hann Mark.
Nei, þau voru aldrei saman. Og það? Jú, ég held ég alveg byrjun. Új, Já. ok, þóli það ekki. Já. Og rauðhæra gaurinn. Óven. Ég þóldi ekki saman. Voru þið saman? Já. Var það í lokin eða eitthvað? Nei, Hún var með eitthvað gellu því ég hætti að horfa. Kristína Young? Já, Kristína. Ég ætla að tala hérna Carrie. Já, Carrie. Ég elska Carrie og Mark saman. Já, ok. Ég elska það. Já. Nei, þau eignast líka alveg barn saman og eitthvað. Já, ok, spoiler. Já, sorry guys. Ykkur ennþá þar? Ég er ekki búin að sjá það. En ég mun ekki horfa. Ég er svona anti að horfa eftir musicali. Já, þú hætti þar. Já. Að hætti áður sko, að því ég heyrði að það var búið að gerast. En Cat og Patrick or 10 Things I Hate About You. Já, en bara eitt þetta musicalið, það er ymmið þegar hún er að eignast barnið, sko. Ok, þá heyrði ég bara að því eftir á. Þegar hún var ekki að eignast neinn börn þegar ég... Nei, það var bara í musical þættinu með mitt eitthvað svona... Það er mjög góður. Já, þetta var... Hræðilegt. Sorry, hvað sagði? Hver? 10 Things I Hate About You? Já. Ég man ekki nógu vel úr því. Ha? Nei. Hefur aldrei séð 10 Things I Hate About Jú, You? ég bara man ekki nógu vel. Vá, það er svo góð mynd, sko. Já. Ég hef aldrei munið nöfnið þeirra, en ég man nokkulega hvernig lítið út. Já, ég man hvernig lítið út. Gula kjólinn og allt þetta. Gula kjól? Nei, það er How to Lose a Guy. Já. Ég man ekki neitt. 10 Things I Hate About You? Já, ég þarf að sjá hann aftur. Ég veit ég hef séð hana. I hate the way you walk, I hate the way you eitthvað. Það er svona að fara að gráta og meðan að segja þetta. Já, ég var að hugsa Þetta er svona alveg 80s myndið eitthvað, sko. 80s? Það var svo lengi að skrifa þetta. Ég veit það. Man alveg... Já, einmitt. Ég man ekki neitt, sko. Oh my god, þú var að horfa á hana. Já, satt. Ok, Gabrielle Solis og Carlos. Sammála. Það er svona eitt par sem ég myndi bara vilja vera. Ég hataði þegar hann var að halda fram hjá hann. Ég líka hataði það. Hvað var það? Hvað var hann að því? Ég skildi það ekki. Hann var bara svo ekki með henni, eitthvað. Nei, en þetta var svona svo astnalegt. Já. En svo eru þau sterkari svona 3 eftir það. Satt. Og svo ég hataði þegar, þegar hann var glæpamaður og svona. Já, það var ömulegt. Þau voru uppáhaldsparið mitt. Same. Það var svona margt mitt, hún að halda fram hjá mig sem var svona, og þetta mitt. Ég hataði þegar hann og Edie voru saman. Új, ég hataði það. Sorry, spoilers. Já. Summer Roberts og Seth Cohen, hver er það? Já, það er úr The O.C. Ok. Er það ekki? Jú, það er ekki. Ég veit ekkert hvað er. Það er ekki The 70's Shows. Nei, O.C., já. Nothing beats Chuck og Blair. Sorry, not sorry. Já. Ben og Andy, How to Lose a Guy in 10 Days. Það er mynd sem þú varst að tala um. Ég sammála því, það var alveg ship, sko. Mike og Susan. Já, Despo. Já. Já. Mike var samt bara svo boring. Já. Ég átti og spílaði fyrirrandi eiginmann meira. Ég líka. Er það ekki? Jú, ég líka. Það var svo meira svona umfabár heim. Já. Hvað er það? Ég veit það ekki. Chandler og Monica. Troy Bolton og Gabriella í High School Musical. Mitch og Cam í Modern Family. Já. Dyrka. Elska. Og maður dyrkaði líka sem hún var að og það stólur mér, hvað hún heitir. Hver? Ægi, sem var með gamla kallanum í Modern Family. Já, Sofía. Hvað heitir hún aftur í státtanum? Ég hef mér svo búin að gleyma hún héti Sofía, sko, ég var alveg lost þarna. Já, ég elskaði þau líka. Þau voru eitthvað cute þótt að hann var svona gamall og hún ekki. Oh my god. Hvað heitir þau aftur? Man það ekki. Ég hata þegar við gerum þetta. Ég veit að það er eitthvað að brjálast núna. Ég bara yfir öllum þessum þætti. Jay og... Já, Jay og... Veistu það, við þurfum að fá okkur lyklaborð á þetta. Já, við þurfum lyklaborð, sko. Oh my god. Oh my god. Gloria, já. Takk. Það var eitthvað sætt við þau. Já. Er það ekki? Jú, samla. Það voru eitthvað svona, hann var eitthvað svo óslega góð við hann alltaf eitthvað. Og svona leifði henn að vera bara eins og hún er. Carrie og Aiden. Þú sé bara Aiden. Þú veist ekki Aiden. Jú, úr... Sex and the City. Jú, hann var alveg frekar lélega gaur. Já, hann var bara já. Boring. Við verðum að taka þetta eftir. Já, og myndirnar.
Já, og myndirnar. Jim og Pam, já, sammála því. Það Office. Já, Office, já. Blair og Chuck aftur, Jack og Rose, já. Lorelei og Luke í Gilmore Girls. Ég hef aldrei séð það. Ég hef séð Gilmore Girls, það er svona alltaf langt síðan. Já. Það var eitthvað sem var svona alltaf, því ég var lítil sem ég var að horfa á, sem ég man bara ekkert eftir. Einmitt. Ég man eftir eitthvað söguthrárun Já. eitthvað svona, hvað er að vinna og eitthvað, en ég man ekki. Elena Gilbert og Damon Salvatore. Já! Verðið að horfa, herðu. Við hefum séð þetta, ég og Birta þykist þér að búin að koma langt. Ég er komin langt. Ég held að það væri bara Changed-seríun eða eitthvað. Ég sver ég er örugglega á henni. Nei, þú ert ekki á henni. Ok, Ekki séns. við erum að ræða þetta eftir. Það er Já. svo margt búið að gerast. Já. Ok, Blair og Chuck, Kate Beckett og Castle, veit ekki. Ég veit ekki hvað það er. Nate and Hailey, já, það, þú veist, það er One Tree Hill. Já. Það er aftur Meredith og Derek. Rory Gilmore og Logan, aðra því að Logan er cute, mjög mikið childhood crush, þetta er náttúrulega líka mjög mikið þannig. Chandler og Monica, Mr. og Mrs. Smith. Vá, það er ókslega, það eru allir bara Chuck og Blair. Já. Vá, Pip og Ravi, eitthvað úr eitthvað sem ég hef aldrei heyrt um. Ætla að sé ekki einhver bók. AGGGGTM. Það er hljóma þannig. A Court of eitthvað. Öruglega. Blair og Chuck, Andy og Ben for 10 Things I Hate About You aftur. Elena Gilbert og Damon. Nei, A Good Girl's Guide to Murder. Það er eitthvað Netflix-þættir sem er með eina seri. Ok. Brooke og Julian og One Tree Hill. Blair og Chuck og Damon og Elena. Ginny Weasley og Harry Potter. Nei, ok, ég las Harry Potter og Ron Weasley, but okay, that's a funky one. Það er bara, já. Ég sé það meira en Ginny og Harry, sko. Sarah og Michael, ég veit ekki hvað það er. Nei, það er smá nýs. Marshall og Lily. How Much Your Mother. Já. Allavega ekki Joey og Rachel, segir ykkur hérna. Aladdin og Jasmine. Já. Noah, Ellie, Monica Chandler. Andy og Hailey úr Modern Family. Já. Það var alveg svona. Meira fyrir Dylan, sko. Já. Það er eitthvað satt. Fucking Dylan, sko. Bridget Jones og Mark Darcy. Ég horfði aldrei að Bridget Jones. Aldrei verið þarna. Nei. Ég veit ekki, þú veist. Náðu mér aldrei. Nei. Quill og Gamora, já, sammála. Já, er það úr hana Galaxy. Já, vel gert. Takk. Nathan og Hailey, One Tree Hill aftur. Blair Chuck, Gabby og Carlos. Þetta eru margir sama. Bara Gabby og Carlos. Já, Shrek og Fiona. Herði? William og Nora í Skam. Horfðu ekkert Skam? Já. Já. Við erum að klíma því. Já, ég man alveg, ég held ég var fan. Svo er Han og Leia, ship. Já. Sjöka Blair, það er eiginlega alltaf sama. Já. Elle og Noah Kissing Booth. Já. Ég shipa það ekki. Er það Nei, ekki... ég er sammálaðir. Er það ekki? Jú. Er það ekki aðal fólkið þeirra? Jú. Já, nei, takk. Er það ekki Joey King? Jú. Get ekki. Ég get Make ekki Joey King með Jacob Elordi. Nei. Það ekki make sense. Sammála. En þau voru saman í alvörunni, sko. Já, einmitt, þau voru saman. Við höfum tekið það fyrir, sko. Oh my god. Ron og Hermione, Rory og Jess, Gilmore Girls, Jake og Amy, Brooklyn 99. Ég veit ekki. 99? 99. 99. 99. Vá. Sér hvað mikið þarna. Já. Michael Schofield og Sarah Tancredi í Prison Break. Já. Ó, ég man ekki eftir Ástasögu í Prison Break. Ég man valla eftir því, samt. Já, ég man ekki. Michael Schofield punktur. Já, dot. Julia Roberts og Dermot Mulroney in My Best Friend's Wedding. Sú mynd. Góð. Cameron Diaz. Ég sippaði samt Cameron Diaz og ég hélt með henni. Já, án gríns. Lily og Rufus í Gossip Girl. Ósammála. Heit. Freka Bart, sko. Elskaði Bart. Já. Án gríns. Lily Rufus, ég þoldi ekki Rufus. Nei, ég bara, no thank you, I'm good, sko.
Mér fannst bara alveg æði, sko. Mér finnst ekki gaman þegar maður síðan ennþá lifandi og eitthvað. Já, same. Maður bara, wow, hey. Welcome back. Já. Að hann svona, he grew on you. He did, sko. Það var alveg skemmtilegt, sko. Já. En Já. Gælan í Prissabrik, hún var alltaf læknirinn sem var alltaf að hjálpa Má ég sjá hana? Já. Var alltaf að hjálpa honum og eitthvað. Ég var ekkert eitthvað investið í þeirra ástasópaði. Nei. Ég kláraði ekki allt, sko. Þetta var orðið svo þunnt á því endan, sko, óminnaumasti. Já, það var nýtt fangelsi. Já, og þetta var orðið... Fyrsta serían, svo bam, geggjuð. Bam, rosaleg. En svo var þetta orðið alveg, þú veist. Já, og ég var að horfa þetta bara dag. Heilópan, sko. Já, það er ekki langt síðan. Nei. En þú ert búin með Lost. Já. Er það eitthvað sem maður þarf að... Mér finnst það er alveg svona iconic 2000s apps, Já, sko. ok. Var mikið ástasögum þar. Já, það var alveg svona. Ok. Þrýrningar og, þú veist... Og ég vill eiginlega ekki segja hvernig ég svipaði það, sko. Nei, ég skil. Já, þú var eiginlega að sjá þetta. Ok. En þetta eru ótrúlega marga seríur. En þetta er svona iconic dæmi sem þú verður að sjá. Já, ég er alveg til að sjá þetta, af því þú veist, ég elska bara þessar 90s þættir. Já, ég líka. Þannig að þú veist, þetta gæti Gaman að ekki horfa í klikkað. þessum gæðum, þessar perfect gæði. Já. Ekki of, 3D eða eitthvað svona blörrað bakgrunni, svona grein, fallið litirnir. Góð lýsing. Já. Gerðu mikið upp lýsingu, sko. Ekki svona bara Nei, ekki of góð Hvítljós, lýsing, skilur. Þú veist, bara svona dagsbyrtu lýsing, einhvern veginn. Fíla þannig, sko. Ég líka. Líka þessu saltbörni tekinu upp. Það er Já, svona fullkomin ég sammála. svona fyrir augað. Sammála. Þú alveg ekki hvernig nýjar myndir er gerðar. Nei, Alveg Netflix-myndir. hata, já. Alveg bara þegar það blurraði bakgrunnur. Já, og... bara svona líka, þú veist, bara nýjar ástafmyndir eins og Ends with Us og eitthvað þannig, hvernig hún var, ég vill bara það 90s grain, ekki 3D. Veist hvað ég meina? Já. Bara eins og YouTube okkar hérna. Þetta er bara svona, bara plain. Bara cozy, sko. Já, ekki ómikið eitthvað svona. It's good, já. It works. Ekki breytingar sem virkar. Ekki breytin einu sem virkar. Nei. Nema, þú veist, ég veit ekki, nei, ekki breytin einu sem virkar. Nei, nema þú veist, ef þú elskar einhvern ex-burrito á Serrano, Já, getur breytt í salt. rétt. Já, rétt. Þú veist, getur breytt í. Eða þú veist bara ekki, mér langar ekki í brauð í dag. Já. Það eru margir sem gera það. Já. Þetta er alveg sniðugt, Ég er alltaf að gera það. Já, þú ert mjög duglega að fara um þetta í salati, þannig að bara... Ég kalla alltaf skál. Já, þetta er skál, menna ekki, já. Já. Fá Bara fá skál, burrito en sem það er líka skál. salat til hjá þeim. Já, ég líka bara keypt til sem tilbúið salat. Uppáhalds, burritónu í góð skál. Já. Bætis burrito, fekk mér alltaf skál. Mega næs. Very good. Bara hratt, gott, holt. Like it. Ég þurfum að fara eiginlega bara að keyra ánga á gólegu bílunum okkar og Fara í bílúna. fara í bílalúguna. Það er, þú veist, að Já. grípa sér mat í bílúu er my life. Þú náttúrulega lifir fyrir lúgurnar. Elska lúgur, bara stýttum við stundinar og þú veist, við erum á góðum bílum og það, þú veist, það er vont viður. Bara verin í bíl og maður að flýta sér eitthvað. Ég elska gott bílalchill, sko. Já, er það knast það best, sko. Góðan rassa þetta í gangi. Já, við erum með Ég það. ætla bara Það var mjög mikilvægt fyrir okkur, sko, þegar veturinn kom að það veri hiti í stýrinu Nei, og rassinum. og rassinum. Já. En það var alveg svona, þú veist, við bara þurftum að heyra í gólegu, Nei, bara það við þurfum bíl Það með var þessu. með rassan, hitan. Það var rassahitinn, já, ok. Stýrahitin, ég get alveg sagt með það sé ekki. Já, ok, var það rassahitinn, já. já. Ég ekki séns að ég fari í bíl sem ekki um rassahita, sko. Nei, en þið fáu allan þannig á gólegu. Já, það var ekki spurning þar. Nei. Þeir voru bara komið, það var allir bílar með Já. rassalegu. Það er allir með rassalegu hérna. En hérna, já, Rassahita. þú tala nú ekki þú veist, að fara á góðan ísbíltúr og bara taka bestis með sér. Bestis bílinn. Bestis í bílinn, vá, átó. Sakna þegar við vorum bara alltaf kerið til all landið og fá okkur bestis. Vorum með endalust í Það var svo gaman. skottinu okkar. Í og frysti, já. Frystikistinni með bakgrunn. Getur góðlega ekki fara að leiða okkur þannig bíla, bara Ángríns. frystibíla. Já. Gæti. Það verður mjög sniðið, sko. Já. Herðu, það kemur ekki út þáttur á miðvikudaginn næstu viku. Nei, hann kemur á mándaginn. Hann kemur á bolludaginn, krakkar mínir. Við fáum hann fyrir, þannig að engar rákis. Nei, það er bara, það er rétt hjá þér. Ég fáið, hérna, smá bollu. Bolludags, gleði. Það er byrsta ammæli á Já, bolludaginn. yey, og Óskarinn kemur Já. og þetta er bara brjála Brjálæði að gera. Það verður mjög skemmtilegt. Það er mjög gaman. Annars bara, we love you guys. Takk fyrir februar besties. Já, takk fyrir ástamánuðin. Já, we love you.